Hinn eini Guð og tilgangur lífsins. Ímyndaðu þér röð af þungum steinum sem halla sér hver upp að öðrum. Ef hver stein halla sér að steininum fyrir aftan hann og sá fyrir aftan halla sér líka að öðrum, munu allir steinarnir falla. Til að halda þeim öllum uppréttum verður eitthvað að vera á endanum sem halla sér ekki að neinu, eitthvað nógu öflugt til að halda öllu uppi, eitthvað sem stendur sjálft og ekki háð neinu öðru. Allt í alheiminum eins og þessir steinar, rétt eins og hver stein halla sér að öðrum steinum til að halda sér uppréttum, þá þarfnast allt í alheiminum margra annara hluta bara til þess að vera til. Þú ert háður lofti, vatni og mat. Matur háður jörðinni, regni og sólinni. Sólin háð lögmálum eðlisfræðinnar. Hvert sem þú lítur einn hlutur háður nokkrum öðrum hlutum. Vísindin lýsa þessum tengslum mjög vel. Þau segja okkur hvernig einn hlutur háður öðrum. En þau útskýra ekki hvers vegna öll steinarröðin stendur í fyrsta lagi. Þau svara ekki spurningunni. Hvað nógu öflugt til að halda öllu uppi? Til að skilja það verðum við að horfa lengra en keðju hinna háðu hluta. Það hlýtur að vera til vera sem heldur öllu uppi, en hallar sér ekki og ekki háð neinu öðru. Þessi vera sem heldur öllum hlutum uppi, en ekki haldið uppi af neinu öðru, það sem við köllum Guð almáttugan. Tilgangur lífsins, svo Guð almáttugur skapaði okkur og allt í kringum okkur. Ef við lítum í kringum okkur, sjáum við að allt hefur skýran tilgang. Sólin hitar jörðina og lyftir vatni upp í himininn og myndar ský. Vindurinn hreyfir skýin. Regnið og skýjunum lætur plönturnar vaksa. Plöntur og dýr veita mönnum fæðu. Ekkert í alheiminum virðist vera tilviljunarkennt eða tilgangslaust. Þegar jafnvel lífana hlutir hafa tilgang, vaknar rökrétt spurning. Hvers vegna skapaði Guð almáttugur manneskjur sem hafa greinilega hæsta stíf greindar og vitundar? Til að svara þessari spurningu sendi Guð spámenn til að flytja mannkyninu boðskap sinn. Þó spámennunum Adam, Nóa, Abraham, Móse, Davíð, Salomon, Jesú og Jóhannesi til hins síðasta sendiboða, hins heilaga spámanns Mohammed, friður sé með þeim öllum. Kom hver spámaður með sama skýra boðskapinn. Guð skapaði manneskjur til að tilbiðja og fíða honum. Og þetta veraldlega líf stöðug prógrám á víðni okkar við Guð. Sér hvert verk, orð, hugsun og ásetningur okkar skráður af englum. Dauðastundin þegar prófinu lýkur og niðurstöðurnar opinberaðar. Þeir sem lifðu í trú á Guð almáttugan og gerðu réttláta hluti öðlast velgengni í paradís að eilífu. Þeir sem trúðu ekki á og höfnuðu Guði almáttugum munu þjást af eilífri refsingu í eldi vítis. Hvernig vitum við sannleikann? Hvernig vitum við að spámennirnir komu? Þeir skildu eftir sig guðlegar bækur sem þeir fengu frá Guð. Allar guðlegar bækur spilltust með tímanum, nema hinn heilagi Kúran sem fullkomlega varðveittur enn þann dag í dag yfir 400 árum síðar. En hvernig vitum við að Kúran sé sannarlega frá Guði almáttugum? Við skulum hugsa nauðsynlega eiginleika Guðs. Hann hlýtur að vera upphafslaus og endalaus. Ef hann byrjaði að vera til, hann háður einhverju til að gera hann til, svo hann getur ekki verið sú vera sem ekki háð neinu öðru. Ef hann hættir að vera til, getur hann ekki verið sú vera sem allt háð, því endir hans myndi fela í sér af allt annað kæmi að enda. Svo Guð hefur ekkert upphaf og engan enda. Hann hlýtur að vera einn. Ef það væru tveir skaparar, myndi vilji annars takmarka vald hins, og takmarkuð vera getur ekki verið Guð. Til dæmis ef einn skapari vildi að sólin rísi og hinn vildi að hún settist, gæti aðeins öðrum tekist það. Sá sem mistekst valdalaus og valdalaus vera getur ekki verið sá Guð sem allt háð.
og að lokum getur hann ekki líkst sköpun sinni á nokkurn hátt. Ef hann gerði það, væri hann háður presís eins og þau og hann gæti ekki verið sú vera sem allir eru háðir. Spyrðu nú sjálfan þig, af öllum þeim guðum sem fólk tilbýður, hver þeirra uppfyllir þessi rökréttu skilyrði? Það Guð sem sendi hinn heilaga Kúran. Í kafla 102 segir Allah, seg, hann Allah, hinn eini. Allah sjálfum sér nógur. Hann hvorki getur af sér né var hann getinn, og enginn honum jafnt. Einn Guð, þarfnast einskis, allt þarfnast hans, eilífur. Enginn sonur, enginn faðir, algerlega ólíkur sköpuninni. Enginn félagi, enginn jafningi. Koran lýsir Guði nákvæmlega eins og rökfræðin krefst að hann hljóti að vera. Þetta engin tilviljun. Þetta sönnun þess að hinn heilagi Kúran svo sannarlega bókin send af skapara alheimsins, Allah almáttugum. Boðið, svo við bjóðum þér til Islam, til tilbeiðslu á hinum sanna Guði sem skapaði himnana, jörðina og allt sem til. Til að ganga inn í Islam, segðu einfaldlega af einlægni. Ég ber vitni að það engin Guð verður tilbeiðslu nema Allah. Og ég ber vitni að Muhammed sendiboði Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammedan Rasulullah. Ef við höfum rangt fyrir okkur, tapar þú 3 mínútum. Ef við höfum rétt fyrir okkur, tapar þú öllu í hinu endalausa eftirlífi með því að ganga í burtu. Dyrnar að eilífri sælu standa galopnar. Munt þú ganga í gegn?